bjóða fulltrúa Sjálfstæðisflokksins að koma hingað upp og gera grein fyrir bókun sinni undir þeim lið. Gjörðu svo vel. Jú, forseti, góðir borgarfulltrúar, þá lesi ég bókun okkar sjálfstæðismanna undir liðnum með tillögu vinnuskólan. Borgarfulltrúar Samfylkingar og Bestaflokksins ákváðu í nafni hagræðingar árið 2011 að nemendur í 8. bekk fengju ekki vinnu hjá vinnuskólanum og skertu jafnframt vinnutíma 9. og 10. bekkinga. Nær hefði verið að forgangsraða í þágu skólabarna og umhverfismála í stað þess að ráðast í kostnaðarsöm gæluverkefni sem hafa lítinn tilgang. Ljóst að vinnuskólanum veitir ekki af liðsauka, enda víða verk að vinna við þrif og umhirðu í borginni. Þá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við það að gera grein fyrir bókun sinni undir 1. dagskrárlið. Við eftir að fá bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins undir 3. dagskrárlið. Gjörðu svo vel. Fyrirgefðu, áttir þú eftir? Fyrirgefðu, ég með langar. Gjörðu svo vel. Komdu, já. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Hér sem sagt bókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins við 3. dagskrárlið. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fagna því að meirihluti borgarstjórnar skuli hafa tekið vel í réttmætar ábendingar og áhyggjur þess efnis að borgin þurfi að skoða heildstætt hvernig uppbygging sem hún hefur samþykkt gangi fyrir sig. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins óskuðu eftir að taka máli fyrir á vettvangi borgarstjórnar þar sem reynslan af uppbyggingu á gamla lýsisreitnum svokallaða sýnir fram á að íbúar í grennd við uppbygginguna verða fyrir tjóni og óþægindum og eru óöruggir rétt sinn. Það gagnrýnivert að nú í meira en mánuð hefur legið fyrir svo óánægju og óöryggi íbúa án þess að borgin hafi brugðist með afgerandi hætti, en það því fagnaðarefni að meirihlutinn ætli nú að bregðast við og setja strax á laggirnar vinnuhóp sem hefur það hlutverk að skoða heildstætt uppbyggingamál borgarinnar. Þeim vinnuhóp býður það verkefni að svara þeim spurningum sem borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins gerðu umtalsefni sínu. Til að mynda verður í fyrsta lagi að skoða þær reglur sem unnið eftir þar sem þær virðast ekki eiga við uppbyggingu í þéttri byggð. Í öðru lagi hver ber að svara, hver ber ábyrgð á tjóni sem íbúar virðast hafa orðið fyrir, þrátt fyrir að unna sig innan leyfilegra reglna. Í þriðja lagi að borgin beit sig fyrir því að aðstæður hverju sinni séu skoðaðar án þess að stuð sé við almennar reglur sem eiga oft ekki við. Í fjórða lagi hvað tækju önnur borgin getur notað eins og til dæmis reglur heilbrigðiseftirlitsins sem hægt að beita til að koma til móts við hagsmuni borgarbúa meðan uppbygging stendur yfir. Það óskandi á störf vinnuhópsins sem á að skipa muni ganga fljótt og vel því að ræða gríðarlega mikilvægt hagsmunamál gagnvart þeim sem búa nú í grennd við lýsisreitin og þeirra sem muni búa í nágrenni við fyrirhugaða þéttingarreiti næstu ár. Þá borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir lokið við það að gera grein fyrir bókun Sjálfstæðisflokksins undir 3. dagskrárlið. Hafa fleiri óska eftir því að koma hingað upp og gera grein fyrir bókun undir þessum lið? Þá langar mig að bjóða Sólu Tómasdóttir borgarfulltrúa að koma hingað upp og gera grein fyrir bókun sinni undir 1. dagskrárlið. Fyrirgefðu, ég heyrði ekki í þér. Forseti, góðir borgarfulltrúar, Jón Ólason að gera bara grein fyrir 3 bókunum í einu ef ég má. Þá var ég að byrja á bókun ferlimál fatlaðra sem svohljóðandi með leyfi forseta. Borgarfulltrúi Vinstri grænna tekur undir mikilvægi þess að verkferlar og vinnulag borgarinnar sé til fyrirmyndar, að samstarf sé haft við vegfarendur með ólíkar þarfir, þar með talið fatlað fólk þegar unnið er að hönnun og framkvæmdum almannarýma. Að sama skapi verður að tryggja samtal við eigendur gamalla og óaðgengilegra fasteigna í tæka tíð fyrir slíkar framkvæmdir svo hægt sé að bæta aðgengi þar sem því verður við komið. Svona var þetta. Þá komið að bókun vinnuskólan sem svohljóðandi með leyfi forseta. Borgarfulltrúi Vinstri grænna ítrekar mikilvægi þess að borgin axli ábyrgð bæði sem atvinnurekandi og stjórnvald þegar kemur að sumarstörfum ungs fólks í Reykjavík. Það skiptir gríðarlegu máli að börn fái að vera börn og njóti menntunar í fjölbreyttum og skapandi vinnuskóla yfir sumartíman eða hafi viðfangsefni við hæfi allt frá upphafi unglingastigs þar til sjálfræði er náð við 18 ára aldur. Þannig geti þau aflað tekna, öðlast reynslu og gert gagn í samræmi við aldur og þroska.
Vinstri græn hafa ítrekað lagt fram tillögur þessi mál, náð nokkrum árangri en enn meira þarf til að vel verði staðið að sumarstarfi fyrir unglinga í borginni. Og þá það þriðja bókunin, með leyfi forseta, hún snýst varðskipa ályktunina og svo hljóðandi með leyfi forseta. Íslendingar njóta ríkrar sérstöðu sem herlaus þjóð með öflugt sjálfboðaliðanet í forvarnar- og björgunarstörfum, auk þess sem hið opinbera sinnir málum á forsendum friðar. Borgarfulltrúi Vinstri grænna hefur að sjálfsögðu ekkert á móti samstarfi við erlendar þjóðir en sér enga ástæðu til að álykta sérstaklega það. Ályktunin mun valla breyta miklu erlent samstarf, heldur vakna spurningar hvort persónulegur og flokkspólitískur ávinningur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks búi ekki heldur að baki henni. Þá hef ég lokið máli mínu, takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lokið við það að gera grein fyrir bókun sinni undir 1., 3., 4. og 8. dagskrárlið og þá eiga fulltrúar Samfylkingarinnar og Besta flokksins enn eftir að gera grein fyrir bókun sinni undir 3. dagskrárlið, ekki satt? Nei, það uppbygging á þéttingarsvæðunum. Já, gjörið svo vel, þá komið þið hingað upp og gerir grein fyrir bókun ykkar undir 4. dagskrárlið, gjörið svo vel. Þetta bókun Samfylkingar og Besta flokks undir 4. lið. Við tökum undir það mikilvæga sjónarmið að við endurhönnun gatna beri að taka tillit til allra borgarbúa, fatlara og ófatlara. Við endurhönnun Hverfisgötu var einmitt hafður svo háttur á og haft samráð við fulltrúa hjá þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda. Áhersla var lögð á algilda hönnun þar sem tillit tekið til allra samgöngumáta. Mikilvægt að halda því til haga að eitt malbikslag 5 cm vantar í götuna og verður það lagt í vor. Hár kantur við biðstöðvar til að bæta aðgengi hreyfihamlaðra að strætó. Í hönnuninni meðal annars miðað við að hæðir við hús yrði eins og þær voru fyrir framkvæmdir, en frágangi upp við hús er allvíða ólokið. Aðgengi að sjálfum húsunum og inn í þeim er alltaf á ábyrgð húseigenda, en borgaryfirvöld eru ávallt reiðubúin að vinna með húseigendum að bættu aðgengi frá götu. Umhverfis- og skipulagsráð mun skipa átakshóp bætt aðgengi fyrir alla. Og borgarfulltrúi Páll Hjaltason lokið við það að gera grein fyrir bókun Samfylkingarinnar og Besta flokksins undir 4. dagskrárlið. Enn eigum við eftir að fá bókanir og þurfum við að bíða lengi. Ok. Þetta er ekki örugglega eina sem við eftir. Það er alveg bótið. Já, frá okkur. Já, og Sólveig með því. Sólveig með því? Já. Ok. Ó, ég sagði hann hefði verið búin að lesa bókunum til 3. dagskrár. Það var hún ekki komið. Ég bjóð það til. Já. Nei, núna, það er svo illt í mér.
Jésús. Jæja. Æ, heyrðu, þetta er dett út hérna alltaf, veitu? Nei. Heyrðu. Tæknir, þá getur forseti borgarstjórn tæknir eitthvað að stríða okkur. Nei, það er bara, það er bara allt henni svart. Ertu með? Ég er með rama. Menn í rama. Já, hérna. Bíðum aðeins. Já, problem has been detected. Hvað er það? Ég er ekki að íta neitt, ég er að velta því fyrir mér hvort ég íta. Spurning hvort hún recoverar þetta. Já. Nei, þetta er skemmtilega gluggi. Ekki íta neitt. Tölvan bara brennur. Start Windows normally. Prófaðu bara. Þetta, senda þetta. Hún bara hristist eitthvað. Við eigum að minna þetta. Þið verður að skrifa þetta aftur. Nei. Það er eitthvað voða lítið að gerast. Jú. Nei, hann er einhvern veginn alveg. Eftir að kynna eina bókun. Já, það er bara eitthvað á tölvunni. Og hann kom bara, þá slöknaði á tölvunni. Svona. Ég veit það. Sækir nýja tölvuhandrunum. Þetta er alveg Þetta er, já, bara skrapa tólf. endilega komið með nýja. Komið. Þetta er bara að færa eitthvað til landskotans. Þetta... Já, Regi. Ég ætla að vita hvort þetta færi nokkuð hérna. Já. Ég ætla að vita að opna þetta.
Hérna er þetta. Næstum því. Lýsisröð. Já, byrju, þétting byggðarinnar er leiðarstef í nýju aðalskipulagi. Þéttingin felur í sér mikla kosti samfélagslega og umhverfislega, en henni fylgir líka mikil ábyrgð. Þéttingin má ekki leggja óhóflegt álag og íbúi í nágrenni. Reynslan af framkvæmdum við lýsisreit sýnir að aðstæður geta verið mjög mismunandi á hverjum stað. Svo datt hitt út. Hvernig ætlum við að... Ok, flott er. Og hérna umhverfis og skipulags ráð hefur rætt umhverfis og skipulagsráð mun skipa starfshóp framkvæmdir þéttingar rétt sátt við umhverfið og borgarbúa. Ok, þetta er komið. Þetta er sem sagt bókun frá Bestaflokk, Samfylkingu og Vinstri græn. Þá er borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson eftir ákveðin átök lokið við það að tilkynna bókun undir 4. lið frá fulltrúum Samfylkingarinnar, Bestaflokksins og Vinstri grænna. Þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi og segi honum slítið klukkan 19:54. Ég segi takk fyrir og góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík.